Eilífu spurningum hvert samspil peninga og lífshamingju, auðs og lífsfyllingar. Og hingað komin Guðrún Svavarsdóttir sem hefur verið að rannsaka þetta. Þetta er ekki lítið sem þú leggur fyrir þig. Þetta svona vangavelta sem fólk hefur verið að hugsa mikið og oft. Er það ekki? Jú, og ég reynir nú að afmarka mig mjög mikið og ég bara skoða mjög ákveðna kíma þessa sambands en jú, þetta í stór spurning þannig séð. Já. Sumir segja að peningarnir forði manni frá því að verða ómikið það er betra í einhverja peninga. Ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt að eiga einhverja peninga eða allavega að hafa aðgang að einhverjum peningum til þess að Ég kann að sagt þegar fátæktin bankar á dyrnar þá flýgur hamingjan út úr gluggann eða ástin út úr gluggann. Já. Það er svolítið þannig. Já, ég held það. Að einhverju leyti allavega. En ég held að þetta sé samt ekki alveg línulegt samband, sko, þannig að það er kannski ekki það með sagt að þú getur bara aukið hamingjuðina endalaust ef þú færð endalaust á peningum. Nei. Ég held að það sé ekki þannig. Nei. Það sé ekki gott. Það ef að þú trúir því að þú getur bætt hamingjuna bara með því að auðgast meira og meira, það er ekki. Ég held, já, bæði að það sé kannski ekki gott að halda það, en ég held að það sé líka bara vitlaust. Ég held að það sé ekki þannig og rannsóknirnar hafa að benda til þess. Það er allavega dvínandi. Hvernig rannsóknir? Er ríka fólki spurt hvort það sé lukkulegt og segir að það sé bara ekki lukkulegt? Það er ekki alveg svo einfalt. Við erum sem sagt notum, í mínir rannsókn þá erum við búin að vera að nota rússnesk gögn, þar sem fólk er beðið að segja hversu mikið hversu háar tekjur það þarf til þess að vera við mismunandi velferðarstig. Þannig að hversu mikla tekjur þarf þú til þess að telja þig og fjölskylduna þína vera rík eða þið séu rík eða fátæk eða bara við meðal velferð með aðra í Rússlandi. Og það eru mjög skýr tengsl á milli þess hversu mikla tekjur þú ert með og hversu mikið þú telur þið þurfa. Þannig að þeir sem eru ríkir, þeir telja sig þurfa meira til þess. Ósegðandi. Já, einhverju leyti, en ég held að sé líka það að þú bara venst öðru sér hlutum, þú telur kannski sumt vera nauðsynjar núna af því þú ert með tekjurnar til þess að halda þeim lífstíl við sem þú kannski ert síðan ekki, þú bara ert ekki á þeim stað þegar þú ert fátækur, þannig að þú kannski telur þið ekki þurfa jafn mikið til þess að ná endum saman þegar þú ert tekjuminni. En segir þetta þá að eiginlega allir vilja aðeins meira? Já, eiginlega. Það eru mjög fáir sem telja sig vera búin að ná þessu og fólk náttúrulega vill alltaf vera aðeins meira en það er náttúrulega alveg fólk sem segir að tekjurnar sem það er með séu tekjurnar sem það þarf til þess að vera ríkur. Þú veist, það er náttúrulega alveg fólk sem svara þannig. En það er ekki tengt tekjustíginu, það eru sumir í þessu þrepi sem segir þetta og sumir í öðru þrepi sem segir þetta. Þannig það er eitthvað allt annað heldur en tekjurnar sem að skapa þessa tilfinningu. Ég held, nú skil ekki alveg hvað við. Nei, því að sumir í kannski segjum millitekjunum segja þeir sem er nóg, sumir sem eru með hæstu tekjunum segja þeir sem er nóg, að þá myndi ég draga álegt að það er eitthvað annað sem ræður í hvort þú uppfyllir það að þú set með nóg heldur en tekjurnar. Já. Þannig að þeir sem er í millitekjunum og fara upp í efsta þrep og eru ósáttur í milliþrepinu, þeir verða ekkert endilega sáttari þegar þeir koma upp í efsta þrepið. Nei, og sumir, ég kannski myndi segja aðra upphæð en sem doktorsnemi en forstjóri einhver stórfyrirtækis. Ef við vorum bæði spurt hversu mikla tekju þarftu til þess að vera við meðal velferð, þá er það örugglega ekki sama upphæð sem ég myndi segja af því að það eru tengsl, af því að þú veist, þinn veruleiki er svolítið mótast af því hvað þú þekkir og hvað þú hefur, hverju þú hefur tök á. Þannig að það eru mjög mikil tengsl á milli þess hvað þú ert með eða hvað þú varst með og hvað þú telur þið þurfa mikið til þess að ná endum saman til dæmis eða að finnast þú vera ríkari en aðrir í landinu. En ef þú myndir spyrja mig meðal velferð, ég þyrfti bara að hugsa hvað í veröldin er það? Já. Meðal velferð? Svona meðal við, já, það er í raun orðað þannig meðal við aðra
í sama landi. Þannig við erum að nota rússnesk gögn núna Já. í þessari rannsókn sem ég að klára og þá fólk beðið að bera sig saman við aðra í Rússlandi. Þannig að þú ert, hvað heldur þú þurfi mikið til þess að hafa það svipa gott og aðrir meðalmaður í Rússlandi. Og það náttúrulega bara hefur það líka hefur áhrif á því hvar í Rússlandi þú býrð, hvort þú býrð í sveit eða borg og hversu menntaður það hvernig þú svarar þessari spurningu. En tengist þetta svona, hvort að fólk sé sátt eða með lífshamingju, tengist því ekki? Við náttúrulega erum óbeint. Í þessari rannsókn ég ekki að skoða kannski lífshamingju almennt, ég að skoða meira svona efnahagslega velferð. Sem þá kannski þrengri skilgreining. Það náttúrulega hefur örugglega rosalega mikil áhrif á lífsánægju, en það ekki það sama. Ég myndi ekki segja að efnahagsleg velferð væri það sama og lífsánægja eða lífshamingja. En þið finnst skipta máli hvort að fólk upplýsi hvort það sé svona nálægt meðaltalinu, sé svona venjulegri stöðu? Finnst mér að skipta máli? Já, það verið að spyrja það, þann sem með litla tekjur, hvernig hann upplifir sig í svona sambandi við meðaltalið í landinu, samfélaginu. Já, mér finnst það ekki, ég náttúrulega bara að nýta þessi gögn. Þetta ekki gögn sem ég sendi ekki út þessa spurningakönnun til Rússlands. En þú gæti skoða bara hvernig fólk hefur, það bara að skoða tekjurnar og svona þess, en síðan það hvernig fólk upplifir. Já, það skiptir máli. Og það líka bara tvennt sem ekkit endilega sama, sko. Og ég hef skoðað aðeins íslensk gögn en þau eru ekki svo, þau eru bara yfir 2 ár og svona, þannig að það erfitt en þar hef ég skoðað sko hvar fólk upplifir sig efnahagslega með við aðra á Íslandi. Og það sem svo áhugavert að það halda bara flestir, 50% Íslendinga í þessari könnun töldu sig vera við meðal, vera í miðjunni. Það voruð ekki. Ég meina það get ekki svona margir og það bara sama hvar þú ert í rauninni í tekjudreifingunni, þá voru samt alltaf 50% næstu sem töldu sig vera meðal. Þannig að 50% þeirra sem voru sannarlega fyrir neðan meðaltalið töldu sig vera í meðaltalinu. Já. Og 50% þeirra sem voru sannarlega fyrir ofan það töldu sig vera í meðaltalinu. Já, sirka, ég man ekki nákvæmlega, en þú veist það er alveg stór. Ég held að sé viðmiðunarhópurinn. Við berum okkur saman við erum náttúrulega svolítið hólfaskipt. Ég ber mig saman við aðra í háskóla samfélaginu í kringum mig. Fólk sem vinnur ekki þar ekki að bera sig saman við sama fólk og ég ber mig saman við. Þannig ég held að það skipti máli. Við ímyndum okkur að við séum að bera okkur saman við allt Ísland, en ég samt bara að bera mig saman við fólkið í kringum mig. Ég bý í Hlíðunum og vinn í háskólanum, þannig það fólkið sem ég ber mig saman við. Ég ekki að bera mig saman við eitthvað sem býr á Ísafirði eða einhvers staðar út á landi, af því að það er bara ég veit ekki hvernig það er. Þannig ég held að það hafi rosalega mikil áhrif. Og maður náttúrulega kannski umkringdur fólki sem mjög líkt manni, og þar heldur maður kannski maður sem með fólki í kringum mann. Það var nú lengi talað það sem kost á Íslandi var einmitt hvað verið lítið. Það maður þekkti svona svona breiðara þessar litrófa fólki heldur en ef maður væri í einhverju stóru samfélagi og væri bara lokaður inn í einhverju skúffu sem maður þekkti bara annað. Heldur að þetta sé að breytast á Íslandi? Að við séum umgangast bara fólk sem eins og... Ég náttúrulega, kannski veit ekki alveg hvernig þetta var, en ég held að það sé pínu miskilningur. Þetta hafi verið svona? Já. Ég veit það svo sem ekki, en ég held satt að segja að við svona viljum að Ísland sé svona jafnt að miklu leyti. Og það kannski sé það ekki alveg mikið. En kannski þetta breytast og þú veist, þó það tengist nú ekki því sem ég að rannsaka sjálf tekjur og hamingju, en ég held að núna eins og staðan núna á húsnæðismarkaði að þá kannski byrja að myndast þessi meiri gjá á milli fólks á Íslandi. Það kemur alltaf fram núna að það er ekkert ungt fólk sem getur keypt nema með aðstoð foreldra. Já, og ég held að núna kannski... Það var ekki raunveruleikinn fyrir 30 árum. Nei, og ég svona persónulega hef smá ágjur af því að það muni valda, þú veist, nema við stjórnvöldu eitthvað stígi inn í núna til þess að reyna að sportna við þeirri þróun, þá held ég að þetta geti verið haft svolítil
mikil áhrif á ójöfnuð á Íslandi í framtíðinni ef það verður bara þannig af því að núna, ef þetta heldur áfram svona þá ef ég kemst til dæmis ekki inn á húsnæðismarkaðinn þá hef ég ekki þetta rými til þess að spara til þess að hjálpa mínu barni til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn samanborið við einhvern annan sem væri þá í sömu stöðu og kæmist inn á ég náttúrulega komin inn á húsnæðismarkaðinn þannig ég ætla ekki að láta þess að ég sé en þú veist þar ég hef þetta rými núna til þess að safna aðeins fyrir barninu mínu sem getur þá kannski komist inn á húsnæðismarkaðinn en ef ég kæmist ekki þá bara myndi þá byrjar þetta bara að myndast af því að það þarf bara einn að komast inn ekki komast inn til þess að næsta kynslóð eftir allt sem að það kemur fyrir neðan þannig að ég held að núna sé mjög mikilvægt að reyna að hjálpa. En það mín reynsla að það auðveldar að tala stéttamun við yngra fólk heldur en eldra út af þessu. Af því að húsnæðismarkaðurinn afhjúpar svo stéttaskiptingu að það bara, þú þarft að vera sofandi til þess að sjá það ekki. En það hins vegar, að því að við erum í hólfum, þá kannski eldra fólk sem að sér þetta ekki. Nefn fyrir en að það uppgöta það að það getur ekki stutt börnin sín. Og kannski ef við tökum bara miðlungstekju fólk í miðlungsstóru húsnæði en þau eiga 3 börn og það ekki hægt að taka auka lán út af húsnæðið fyrir öll börnin. Þannig að fólk að átta sig á þessu upp eftir aldrinum líka. Sko. Og þetta, þú veist, þetta mynda þá smá svona sömu menningu og í Bandaríkjunum þar sem fólk byrjar strax að safna fyrir menntun barnanna sinna þegar börnin fæðast til þess að börnin komast í þó þetta sé ekki menntun hér heldur húsnæðismarkaðurinn þá þetta og ég held að sé verra í rauninni að þarna í Bandaríkjunum að því að menntun hefur svo mikil áhrif en þetta samt alveg eitthvað sem við þurfum að passa sko þannig að og þessi skynjun fer vaxandi líka við val á skólum og fleira sem maður getur spilað inn í að þú vilt að barnið þitt fari inn í betri skóla í millistéttarhverfunum sem eru bara tengsl ég held að þetta sé hugsun sem var ekki til á Íslandi en svona að fæðast og þetta, ég er nú bara að vona að mitt barn komist inn á leikskóla sko þannig þannig ég er ekki komin alveg svo langt að komast inn ég held að það hefði komið fram í máli Berglindar Rósar og fleiri þetta eftirsóknin eftir því að komast inn í millistéttarskólana sem eru, þú veist, valið á hverfum snýst að sömuleitu þetta og þetta sem ég var að tala þetta hefði verið öðruvísi þá ég kannski, þegar ég var ungur maður og eða bara unglingur og var að vinna á sumrin að þá var maður að vinna með fólki úr öllum stéttum, þess að börnum fólks úr öllum stéttum. Ég held að það sé ekki þannig lengur að maður sé að vinna með börnum ríkafólksins. Ég held að þau færi bara eitthvað allt annað. Þannig að það var meiri svona blönd eða svona hvað ég segja, tala á milli stétta. Ég held að það sé orðun. En það ekki það sem þú fórst að rannsaka. Nei, það ekki það sem en á hverju fórst að rannsaka þetta? Tengsl á peningum og lífshamingju? Það kannski svolítið svona náttúrulega svolítið tilviljun náttúrulega eins og margt í lífinu en ég er með grunn í heimspeki og fór þaðan í siðfræði og þar fannst mér ég ekki skilja nóg í hagfræði til þess einhvern veginn að skilja af hverju að verða að taka alls konar ákvarðanir sem eru það oft eru efnahagslegar ástæður. Og virka siðlausar. Já, og mér fannst, þú veist, kannski á yfirborðinu fannst mér það alveg fáránlegar með það sem ég var búin að læra á minn bakgrunn og sérstaklega kannski í svona umhverfismálum af því það var á svo stóru, mér fannst bara augljóst að við ættum að sporna við gróðurhúsa áhrifum en síðan voru bara hagfræðingar að segja að það væri ekki hagkvæmt að gera það og ég bara skildi ekki hvernig var hægt að, þú veist, í fyrsta lagi var ég ósammála niðurstöðun en síðan bara skildi ég ekki hvernig þið gátu fært rök fyrir þessu. Þannig þeir niðurstöðu að sé ekki snjallt að láta almannahag stjórna ferðinni? Almannahag núna, þú veist, já. Almannahag til lengri tíma. Já, þetta er oft, og ég vildi skilja þetta, þannig ég skráði mig í nokkra hagfræðikúrsa og endaði hér í doktorsnámi í hagfræði. Og þar grunnurinn í hagfræði það sem kalla nytjaföll sem sem sagt að allir einstaklingar séu með einhverju svona óbeint alltaf að reyna að hámarka sína eigin hamingju og það margt sem spila það inn í eða hámarka sínar
nytjar eða velferð, eftir hvað kalla það. Og það drífi fólk áfram. Að það drífi fólk áfram og það kannski mjög margt til í því og þú veist, siðferðiskenndi getur alveg komið inn í þetta, það skiptir mig máli að vera að breyta rétt, þannig það hefur áhrif á mína velferð. Þetta er yfirleitt peningalega velferð sem að hagfræðin mælir. Já, hagfræðin er nefnilega einmitt. Þannig þetta er svolítið þannig að allir sé að hugsa ef maður myndi orða raskati á sjálfum sér. Á yfirborðinu virkar það þannig einmitt og það var þess sem ég vildi skoða þetta en það sem er bara, vandamálið er sem sagt að hagfræðin reynir að fjalla það sem er hægt að mæla og það er langt auðveldast að mæla peningana þannig komst ég einhvern veginn inn í þetta það er langt auðveldast að mæla allt sem við getum bara séðin á bankareikningum okkar það er mjög erfitt að mæla hvað heilsa skiptir með miklu máli af því það er ekki til í peningum og það er náttúrulega fullt af hagfræðingum sem hafa reynt að leysa þetta með því að finna peningalegt virði alls konar hluta til þess að geta setta inn í þetta nytjafall til þess að við séum með betri mynd af því sem raunverulega skiptir máli af því við vitum öll að peningar eru ekki það eina sem skiptir máli þú getur spurt hvert sem veit að það skiptir máli börnin okkar skipta máli og það er ekki af því að þau kosta svona mikið og þú getur alveg hitt þannig að ég hafði bara áhuga á þessu og inn í þessu sambandi er samt alltaf tekjurnar eru einhvern veginn alltaf grunnurinn hagfræðilega séð þannig að ég vildi bara skoða það samband og það hefur verið hafa margir sett þannig ég er ekki beinlega að segja til dæmis að tekjur sé það eina sem skiptir okkur máli heldur ég bara að skoða hvernig skipta tekjur okkur máli þannig ég er komin alveg ofan í þetta nytjafall af því að skilja þessi tengls betur skiptir máli til þess að reyna kannski að leiðrétta smart sem ég finnst ekki alveg rétt innan hagfræðinar eða rétt svona í praxis þó að í hugmyndirnar og forsendurnar almennt eru kannski frekar skýrar í hagfræði. Þannig þú ert ekki að reyna að setja verðmæta mat á það sem er illa mælanlegt, heldur ertu frekar að reyna að verðmæta mæla peningana? Já, í rauninni að sjá þessi tengst sko, af því að það skiptir máli til þess að geta síðan gert hitt. Af því ég held að það skiptir líka máli ef við ætlum að taka góðar ákvarðanir fyrir þjóðfélagið og svona að leiðrétta þessar peningalegu mælingar á hagvexti og allt þetta fyrir þessum hlutum sem við vitum að skipta máli og þá er mjög gott að geta sett á þó að sé kannski ekki alveg hárrétt en að setja einhverja tölu á það til þess að setja það inn í peningalegu mælingarnar til þess að sýna hvað það skiptir í rauninni ennþá meira máli en við heldum að hafa spítala sem fungerar vel eða háskóla sem allir hafa aðgang að svona, að því við sjáum þá hversu mikils virði menntun eða heilsa og svona er. Menn hafa nú verið eitthvað að þessu svona mæla já, bara bæði hafa menn bara sett verðmiða á líf og heilsu og ég man eftir fundi sem var í Bíóparadís sem að mætti listafólk og hann hélt erindi Ágúst Einarsson framlag listana inn í hagkerfið og teiknaði allt inn upp að ég man ekki hvort að listin væri 40 milljarða virði á ársgrundvelli og það var svo gaman að sjá þegar listamennin löbbu út úr salnum hvað voru glaðir allt í væri komið verðmiði og verðmæti þeirra var það svolítið fyndið af því að maður hefði haldið að þau væri með miklu meiri verðmæti í sjálfur sér heldur en peningarnir sko. Já, nei og það er margir sem gera þetta og það er fólk sem vinnur með mér upp í háskóla sem er að þessu og ég held að sé einmitt mjög mikilvægt bara svona ef við ætlum að halda áfram að einhvern veginn setja allt upp í einhverju kostnaðar ábátagreiningar þá er bara mjög mikilvægt að vera með peninga upphæðina fyrir það sem, öllu sem við vitum að annars verður ráða bara peninga á öflin öllu eða við segjum bara eitthvað svona en við vitum samt að það skiptir máli að búa í samfélagi þar sem fólk hefur aðgangur á menntun og hvernig ætlar þá að setja það inn í þessu jöfnu þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að eins og hlutum eins og við stjórnum landinu núna til dæmis þá er held ég alveg mjög mikilvægt að koma með svona upplýsingar inn í
og þá er mikilvægt að vita hvað peningarnir skipta í rauninu miklu máli fyrir velferð okkar, af því ekki eru við að búa til, þú veist, ekki búum við á Íslandi til þess að búa til peninga, heldur til þess að okkur, eða þú veist, að okkur líði vel. En að sömuleyti er þetta eins og út að lýsa, að það tala fyrst verður að tryggja að fyrirtækin hafi góða rekstrargrundvöld til þess að geta átt fyrir hinu, þannig að heilbrigðiskerfið og menntakerfið er alltaf svona secondary. Já. Það er svolítið, fókusin er þar. Já, hefur verið. Já, og ég náttúrulega, ég er mest að skoða bara einstaklingi einu og svona, þannig að ég er ekkert mjög svona góð í svona þjóðhagfræði í rauninni, en ég held að með því að fókusera á þetta kannski getum við séð hvað það skiptir máli að kannski ekki bara horfa á þá hliðar samfélagsins sem búa til beinharða peninga, heldur líka á það sem búa til verðmæti sem eru ekki í peningum. Og ég held að og þetta er ein leið til þess að skilja þetta vel, peninga og velferð og af því þetta snýst allt velferð í rauninni og hagfræði í grunninn snýst það, allavega þessi svona eindahagfræði, mikrohagfræði sem ég skoða snýst í grunninn það. Og getur verið tæki til þess að byggja upp gott samfélag. Já. Herðu, þú sagðist að það var verið í heimspeki og farið svo í siðfræði og svo kemur hann inn, kíkir inn í hagfræðina. Ef við myndum ferðast með þér þar sem hún kemur og kíkir inn í hagfræðina, fannst þér hún vera svona, ég held ég hafi sagt við hérna áður en við byrjum að tala við að hagfræðina veit ekki að fá smá siðfræði inn í sig? Ég held það sé alveg rétt, en ég held að það er líka kannski, þú veist, siðfræði veit ég kannski ekki að smá hagfræði líka og svona, þannig að þú veist, ég held að þetta sé bara almennt með marga greinar innan akademíunar, sko. Fólk byrjar að sérhæfa sig svo rosalega mikið að það gleymir að einhvern veginn átta sig á því hvað aðrir eru að gera og af hverju og hverja forsendundan eru fyrir alls konar öðrum hlutum í öðrum greinum. En mér fannst þetta alveg brjálað þegar ég byrjaði í hagfræði. Kíkja inn í þetta herbyggi. Já, af því að mér fannst þetta bara allt annað. Mér fannst þetta bara í alvörunni vera annar heimur en ég var að koma úr. En síðan áttaði mig á því að þetta er annað tungutak kannski sömu hluti. Já, þetta er ekki eins kalt og svona einfelningslegt eins og það hljómaði fyrst. Nei, og það er kannski, þú veist, það er auðvelt fyrir siðfræðing eða heimsbygging einhvern veginn að gagnrýna eitthvað þegar maður heyrir bara eina setningu. En ég meina hagfræði er samt þannig að það er oft mjög stór hugtök sem kannski er ekki búið að útskýra neitt rosalega vel og þá hljómar það eins og fólk sé kannski. Hún hefur verið gagnrýnd undanfarið og sömuleyti líka vegna þess að hún varð bara hún hafði svo sterkan sess í pólitíkinni. Hún var eiginlega svona, pólitíkin varð eiginlega svona vísaði í einhverja hagfræðikenningar að svona ættu hlutinir að vera eitthvað svona og svo náttúrulega þegar hruni kemur að þá eiginlega fellur hagfræðingar bara upp í háskóla sem sögðu að pensumi væri bara ónýtt, þurfum að bara byrja upp á nýtt, þannig að sömuleyti þá og líka eins og þú varst að svona einhver leiti að vísa til svona homo economicus að þetta hefur verið hæðst að þessari hvað þetta var haldið upp í miklum hávegum af hagfræðinni, að heimurum væri svona einfaldur, þetta væri eitthvað svona bara svona módel af einhverju sem að fyrsta lagi er heimur ekki svona og öðru lagi þá er hann ekki svona eftir svona verðt hann sé svona. Nei, það sem mér finnst þess að hafa gerst var sem sagt að það var einhver kenning sem byggir held í grunninn á nytjahyggju bara úr heimspeki að við séum bara að reyna að hámarka okkar velferð og síðan voru settar alls konar forsendur til þess að vera auðveldar einhvern veginn að skilja þetta, auðveldar að setja þetta inn í einhver tölfræði, módel og síðan gleymdi fólk kannski hvað forsendur voru þarna að við séum að gefa okkur að allir séu þessi homo economicus sem bara getur einhvern veginn, er ekki með neina hlutdrægni og bara getur alltaf tekið alveg rökréttustu og hefur aðstuð til þess og hafa allar upplýsingar sem til eru og allt þetta en þetta eru bara einhverjum svona forsendur sem eru fyrir því að módeli virki og mér líður stundum eins og fólk gleymi því að þetta séu bara forsendur og alvöru heimurinn er ekki þannig en það er alveg klárlega, ég kom inn í hagfræði eftir hrun, þannig ég veit ekkit almennilega hvernig þetta var fyrir og núna er mjög stór hluti hagfræði það sem heitir atferlishagfræði sem byggir mikið á
kenningum sálfræðinar og svona það hvernig við högum okkur í alvörunni en ekki hvernig hagfræðinni finnist þægilegt að við högum okkur. Sko. Og þar lendi skemmtilegt fræðasvið. Já, af því það er mikið. Þú komst í hagfræðina hrunda, þannig að þá er alls konar fólk að reyna að byggja upp hér og þar. En það er líka það sem er svona hinn harði dómur á hagfræðina var líka eins og ég var að reyna að segja áðan að hún var höfð í svo miklum hávegum í pólitík, eða svona tiltekinni pólitík sem ætlaði að koma ákveðni hugmyndafræði á bara gera samfélagssáttmál okkar sem var kannski ekki þetta verja með sko rökum félagsfræði eða siðfræði eða öðru slíku, heldur var sko hagfræði notað að þetta væri sko, hún væri einlega eins og lögmál að við yrðum að hafa heimi svona. Já, en ég myndi nú segja að það væri þá frekar, þú veist, það er eftir rauninni að taka hvaða fræðigrein sem er og nýta hana þannig ef þú bara, þú veist, beitir þessu sem vopni í rauninni í einhverjum rökveðum og á mörgu leyti kannski var hagfræðin mikið innan hagfræði auðvelt að nota hana til þess að gera það en það er ekki þar með sagt að hagfræðin öll, þetta eru félagsvísindi, þetta er ekki raunvísindi sem eins og kannski þarf að kannski hamra á oft að þetta er ekki bara af því að við erum að fást við fólk, við erum ekki að fást við náttúrulögmál þannig að það er meira þetta er spurningum að reyna að skilja hvernig fólk tekur ákvarðanir og af hverju við viljum þetta en ekki hitt og svona en ekki bara, þú veist, hvað gerist ef hitastig jarðar hækkar eða eitthvað eins og raunvísindin fjallum. Og ég var að vísa til svona þjóðhagfræði, en þú ert ekki í því, þú ert að skoða í smæstu einingum. Hversu smátt er það með að skoða peninga og velsæld? Get ég spurt þig að því hvenær á ég nóg? Nei, þú getur ekki. Ég gæti kannski svona reynd að reikna út með einhverjum líkunum sem ég með og sagt að í kringum þetta bil kannski með að við þær ef þú segir mér hvað sem mikla tekjum þú ert með og svona þá myndi ég en þetta náttúrulega ég er bara að nota svör einstaklinga við spurningum og reynir síðan að alhæfa út frá því þannig ég er aldrei eitthvað að reyna að segja að þessi einstaklingur þarf svona og þessi þannig heldur að meðaltali í samfélaginu er þetta svona. Já. Það verður átök núna í vetur og undanfarið misseri og þú veist að það stjettir á þann og það er svona augljóst að sko stjettabaráttan er að harðna og meðal annars bæði að ofan og neðan og frá neðan þá er að komið fram bara í kröfum að fólk ef við nóg bara til að segja ísu á og eru þar langt undir þessum mælikvörðum það sko hvenær fæ ég nóg, það er bara svo langt ándur að getur hugsað. Hvernig er hægt að tala tengst hamingju og peninga hjá þeim sem að eiga bara í erfiðleikum með að komast í gegnum næstu mánaðamót og svo kannast við þetta þurfa að neita börnunum sínum með ýmislegt sem að börnunum þykir sjálfsagt og getur siðfræði, hagfræði hjálpað því fólki? Þú veist, ég myndi, ef í alvörunni fólk er ekki með nóg til þess að þá er það bara þannig, ég er ekkert að fara að rökræða við fólk það hvort að það sé með nóg eða ekki það veit það best sjálft og það er þannig gögnir ég að vinna með, sko, ég er ekkert að meta hvernig útgjöldin er í raun og veru og þú veist, og meta hversu mikið fólk, ég held að fólk í svona stöðu þurfi, heldur er ég bara að nota gögn þar sem fólk segir bara, ég þarf svona mikið og það er bara mjög mikilvægt að við ef það skiptir okkur máli að fólk hafi það gott, þá þurfum við fyrst og fremst að hjálpa þeim sem hafa það verst en það er samt líka þannig að þeim mun meira sem tekjum þeirna hækka, þeim mun meira finnst þér þú þurfa þannig ég er ekki þar með sagt ekki að segja að maður eigi að halda fólki niðri af því að það hlýtur að vera einhver þröskuldur sem fólk verður að komast yfir til þess að vera við eitthvað Þetta eru skilabóðilega til þeirra sem að hafa það betur Já, eiginlega að fara að slaka eins á og það virðist líka vera að með við þessa rannsókn sem ég var að gera að ójöfnuður hefur áhrif á þetta samband líka að þannig að það er ekki bara þannig að í ójafnara samfélagi þá telur þið þurfa meira en þú þarft í jafnara samfélagi
heldur líka það að tekjuaukning hefur minni áhrif í ójafnara samfélagi. Að það virðist vera niðurstaðan hjá okkur. Að, sem sagt, að ef ég fæ 10% launahækkun og bý í mjög jöfnu samfélagi, þá gerir þessi launahækkun svo miklu, miklu meira fyrir mig en 10% launahækkun í mjög ójöfnu samfélagi. Þannig að, og þetta bendir til þess að við viljum reyna að minnka munin á milli fólks. Þannig að það ekki bara það að hækka laun þeirra sem eru lægstir, af því að það myndi augljóslega auka velferð, að hækka bara þá sem eru neðst, en líka að ná þeir sem eru efst niður. Þannig að ekki hækka alla jafnt. Það virðist, það myndi skila meiri svona velferð yfir allt landið. Það er klókara, það nýtist betur, þú getur ekki búið til meiri velsæld með sömu peningum ef þú gætir þess að halda jöfnuð í samfélaginu. Já. Þetta er oft svona í öllum rannsóknum, það kemur alltaf ljós að jöfnuður er eiginlega besta mælitækið til þess að keyra bílinn áfram á. Já, og það skiptir máli. Þú veist, ég er ekki að segja kannski að fullkomin jöfnuður sé það sem við en bara allavega meiri. Við erum ekki þar, sko. Nei, við þurfum ekki bara að ágjöra vonum næstu aldirna, sko. en jú, ég held það mitt og af því að 10% líka tekjuaukning fyrir einhvern sem er tekjulægstur er svo miklu lægri krónutala en 10% tekjuaukning fyrir það sem er tekjuhæstur. Af því það er það sem ég er að skoða. Ég er að skoða hlutfallslega breytingu í tekjum en ekki krónumbreytingu. Sko. Okay. En þarna erum við svona eins og horfa yfir á samfélagið og dreifa tekjuhækkun og sjá að það er með því að telja saman bætta velferð allra, þá nýtist það betur í jafnaðarsamfélagi. En segjum að einhver hafi það bara ágætt, þurfi ekki hafa neinar peningar áhyggjur og svona. Hvers virði er það fyrir hann eða hana að lifa í samfélagi sem er jafnaðarsamfélag eða ójafnaðarsamfélag? Fær velsetta millistetta fólkið eitthvað út úr því að það sé minni ójöfnuður? Já, af því ég held þú þarft þá ekki af því að þá ef þú fær smá tekjuaukningu þá hefur það virðist að hafa samt meira áhrif fyrir þig þó þú sett svona ofarlega. Þó þú sett ofarlega. Þó ég sé kannski ekki alveg með það svona ég man ekki alveg nákvæmlega all smáatriðin í þessu hjá okkur því ég þarf að hafa töluna fyrir fram mig en það er allavega svona það sem ég minnir að sé að það skipti já og þú þarft heldur ekki jafn mikið til þess að vera við þessa þú veist að vera þessi meðaljón þá þarftu bara ekki jafn mikið í jafnar samfélagi. Þetta þýðir eiginlega ef þú ætlar að bæta hamingju þína, þá ætlar að sækja þetta í jöfnuði og svo einhverju betra fyrir þig. Fyrst að jafna samfélagi og síðan að bæta hag þinn af því þá færðu miklu meira út þessari aukningu. Já, algjörlega. Þannig ef þú en það náttúrulega en á samaskapi ef við ætlum að jafna með tekjudreifingu þá þarf einhver að lækka í tekjum. Þeir eru fáir. Já, og ég er ekki að segja þeir munu minnka velferð þeirra mun minnka við það en ekki jafn mikið og velferðin mun aukast hjá hinum sem fá tekjur. Og þeir eru færri af því þeir hafa svimtu meira. Og það er ekki þar með sagt að líka að velferðarstigið sé eitthvað rosalega lágt sko, og þeir eru kannski í vanda sem er að ef þú átt 1 milljón þá vill eignast 10 og 10 þá vill eiga 100 og 100 þá vill eiga miljard og þú átt að vilja miljard þá vill eiga 10 og vill eiga 10 miljard þá vill eiga 100 þannig að sjálfur sér væri við bara að gera þann greiða með að taka út úr þessari klikkun. Kannski til langstíma, ég veit ekki. En jú, þú vilt í rauninni alltaf auka við þig af því að aukning er góð í grunninn, sérstaklega maður að nota svona hagfræði kenningar sem ég er að byggja á sko. Aukning sé góð? Að tekið aukning sé góð fyrir þig, það er bara, ég held að það sé þá eftir að rannsaka það kannski betur en ég allavega get ekki alveg séð að það sé einhver punktu þar sem meiri tekjur munu síðan minnka velferðinni, að þú komist upp á einhver topp og síðan meiri tekjur munu fara niður. Fyrir þann einstakling. Já, fyrir þann einstakling, ég held að það sé ekki til sko.
það kannski minnkar alltaf og minnkar hver króna gefur þér í velferð en ég held að það fara aldrei í mínus sko. En fyrir heildina að þá þarf Já. þessi þarna, sem að vill fá ennþá meira og er á toppnum, það þarf svo mikið að sú aukning gæti gefið sko hálfri þjóðinni bara betri sælu. Já, eitt. Er þetta eitt af því sem að þú skilur ekki alveg hvernig þetta samfélagi virkar? Þú talar það eru kostir í hagfræði, valdir að fara inn í hagfræði kúrsa til þess að skilja hvernig ákvarðanir eru teknar. Já. Þetta er svona dæmi óskiljanleika samfélagsins, ákvarðanir ekki teknar með hliðsjón af heildarhagsmunum, hagsmunum sem allra flestar. Já. Ertu ykkur nær það? Nei, það bara, það sem ég læri af því að vera í háskóla er bara þeim meira sem ég læri þeim minna veit ég sko. Og því meira þetta að vita. Já. Þannig þetta þannig að nei, ég veit ekki alveg hvernig nei, það sem ég veila lært er að þú getur náttúrulega fundið rök í hagfræði fyrir flestu og það er kannski eins og með margt af því að þetta er ekki raunvísindi þá getur þú fundið rök fyrir bæði jöfnuði en þú getur örugglega fundið líka rök fyrir ójöfnuði þannig að ein leið til þess er að reyna að nota gögn og það sem eins og ég er að gera til þess að reyna ekki að færa rök fyrir máli mínu bara með einhverjum kenningum innan hagfræði heldur líka að nota gögn til þess að sína fram á það haldi en auðvitað byggir það líka okkur tölfræði líkunum og gæti breyst ef maður notar öðruvísi líkan og allt þetta sko. Þannig að það er kannski það helsta sem ég hef lært það er að af því að það er kannski eins og þú nefndir sko, fyrir hrun, ég var náttúrulega bara í menntaskóla þá þannig ég hef kannski ekki alveg svona mjög skýra mynd af því en þá var þetta oft sett fram sem heilagur sannleikur en það er kannski það fyrsta sem ég lærði þegar að það er ekki þannig. Og hagfræðin sem að snýra að almenningi er kannski svo hagfræði sem að þeir sem hafa mestu völdin og mestan aðganga umræðinu vilja halda fram eins og þú varst að segja á þann. Þú getur fært rök fyrir jöfnuði, þú getur líka gert þannig að það sem við sjáum er náttúrulega svo hagfræði sem að þeir sem eru valdamestir vilja flagga. Já, að einhver leyti, en síðan náttúrulega er örugglega fullt sem, þú veist, það hlýtur líka að vera eitthvað sem er bara engin kenning getur stutt, sko. Það er, en ég veit það ekki. En er það ekki bara, þú getur náttúrulega notað margt sem tóli í að reyna að samfæra fólk. Þú getur notað hníf til þess að skera brauð, þú getur líka skaða fólk. Já. Á þess að við ætlum að gera hagfræðina svo dramatísk. Herðu, Guðrún, takk fyrir að koma hérna og spjalla peninga og lífshamingju og hagfræði. Takk fyrir að fá mig. Ég þakka Guðrún og öllum gestum okkar kærlega fyrir komuna hingað að rauðaborðinu í kvöld og hlustundum fyrir að staldra hérna við. Bend ykkur á að þið getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðarinnar með því að læka síðunar á YouTube og Facebook, dreifa efninu ef ykkur líkar. Þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna getið að gengið í alþjóðfélagið á samstöðuna og það er félagsskapur hlustenda, lesenda og áhrenda. Félagsgjöldin eru eins og áskriftarsamstöðunni 2.000 krónur á mánuði. En ég þakka kærlega fyrir í kvöld og segi góða nótt.